Miklar breytingar hafa orðið á eldgosinu í Geldingadölum og kvikustrókar hafa náð mörg hundruð metra hæð. Eldfjallafræðingur segir að breytingar í gasi gígsins eða fyrirstaða, einhvers konar kverkaskítur, geti verið ástæðan. Nærri 4.000 létust úr COVID-19 í gær á Indlandi. Fólk hefur þurft að flytja sjálft lík ástvina sem deyja úr sjúkdómnum og heilbrigðiskerfið hefur ekki undan að sinna fárveiku fólki. Flugfélagið Delta kom í fyrsta áætlunarflug sitt til landsins í morgun með 130 bólusetta og eftirvæntingafulla Bandaríkjamenn. Forstjóri Icelandair segir söluátak félagsins í Bandaríkjunum hafa gengið vel. Margar kvartanir berast vegna galla í nýjum fasteignum. Hraða á byggingamarkaðnum yfirleitt að kenna, segir formaður húseigendafélagsins. Bretar feta sig í átt að eðlilegu lífi á ný. Þúsundir dönsuðu þétt upp við hvert annað og sóttu alvöru tónleika í fyrsta sinn í langan tíma í Liverpool. Gott kvöld, við biðjumst afsökunar á því að vera aðeins seinna á ferðinni í kvöld en það vegna tæknilegra vandræða sem okkar færasta fólk að reyna að etja við þessum töluorðum en við erum öll að gera okkur besta og ætlum að reyna að koma þessum fréttatíma frá okkur. Við byrjum að segja ykkur frá því að miklar breytingar hafa orðið á gosvirkni í öflugasta gígnum frá miðnætti. Nú ber kvikustrókana við himinn. Eldfjallafræðingur segir að aukið gas í gígnum eða einhvers konar fyrirstaða sé líklegasta skýringin. Það var mikið sjónarspil í Geldingadölum í dag. Margir lögðu leið sína þangað enda hafa ekki sést svo háir kvikustrókar þar áður. Það var reyndar ekki nauðsynlegt að fara þangað, eins og sést á þessum myndum sem teknar eru úr Efstaleiti í Reykjavík í dag. Strókarnir sáust víða á suðvesturhorninu. Þeir fara hæst 300 metra og ná þannig upp fyrir fjallgarðana. Miðnætti í nótt fóru að koma mun öflugri kvikustrókar úr virkasta gígnum hérna í Geldingadölum og svo í morgun það fór að rjúka upp úr hlíðinni hérna vestamegin og það eru skiptar skoðanir af hverju það er. Það gæti verið vegna þess að kvikusletturnar eru að fjúka þarna á hlíðina og valda sinubruna eða það gæti verið að rjúka upp úr sprungum þarna. Seinna í dag kom í ljós að þetta var bara sinubruni 400 metra frá gígnum. Það tekur gíginn 3 mínútur að hlaða í spíuna sem stendur svo í korter með ægilegum látum. Við erum að reyna að skilja hennan kverkaskít sem komin í. Af hverju lætur hann svona? Já, ætla sé ekki bara komið með eitthvað meira af gasi í sér. Það er semst einhverjar annarkvort þrengingar, einhverju pokar þarna niðri og það er líklega orðið meira vatn í kvikunni. Hingað til hafði virkni kvikustróka verið stöðug. Sumir myndi vilja meina að núna loksins væri hann að verða eðlilegur. Það er náttúrulega búið að vera mjög óeðlilegur að vera í stöðugum spíum og strókum í næstu 2 mánuði. Það er frekar óeðlilegt. En núna er hann svona að færast að vera svona eins og við þekkjum annars staðar á Hawaii og Reunion-eyju og fleiri svona stöðum. Heldur þetta svona áfram eða hvað telur þú? Já, núna kemur hann væntanlega til að halda svona áfram í einhver tíma. Þannig að það gæti verið næstu 2-3 mánuðir sem hann hagar sér svona. Viðbragðsaðilar vinna nú að því að endurmeta stærð hættusvæðisins í kringum gíginn. Enda geta aðstæður breyst mjög hratt. Þegar fréttastofa var á svæðinu í dag rigndi allt í einu yfir fólk mikið gjóskufall. 1-3 cm hraunmolar dundu á fólkinu sem var eðlilega brugðið. Spíurnar eru kröftugri og þá fara flygsurnar hærra upp í loft og þá komast þær lengra frá gígunum. Það þýðir að væntanlega eins og þið urðu vörfið áðan að þá byrjar að rigna niður á manni sjóðheitri ösku og það þarf ekki að vera óalega þægilegt. Sjálfboðaliðar í Nýju Delí á Indlandi sækja lík fólks sem deyr heima hjá sér og dæmir að fólk þurfi að flytja látna ástvini sína sjálft, þar sem engir sjúkrabílar eru tiltækir. Nærri 3.700 létust úr COVID-19 á Indlandi í gær og hafa aldrei verið fleiri.
Þessi kona í borginni Firozabad þurfti sjálf að flytja lík eiginmanns síns þar sem engin sjúkrabíll var tiltækur. Heilbrigðiskerfið ræður engan veginn við álagið og í Nýju Delí hafa sjálfboðaliðar á vegum hjálparsamtaka sótt lík fólk sem deyr heima hjá sér. Today we are picking up his cousin. 2 days back I picked up on my own uncle and he died because we couldn't supply him oxygen. I was working in the mortuary van. I couldn't pick up the call and the moment I was able to receive the call he was already passed away. So it's really tough for us. If we got emotional then we'll not be able to do this. We'll have to be strong. Nærri 3700 létust úr COVID-19 á Indlandi í gær og hafa aldrei verið fleiri. Sjúkrahúsum allt land eru full og súrefnisbirgðir litlar sem engar. Í höfuðborginni hleypur fólk í örvæntingu á milli spítala í vonum að koma fárveikum ástvinum sínum undir læknishendur. And my father couldn't get anything on time. Everything got delayed, everything. Everything got delayed. No reports on time, no medicines on time, no cylinders. Nothing. Flokkur forsætisráðherrans Narendra Modi tapaði óvænt í kosningum í mikilvægu ríki í dag. Hann hefur verið sakaður að beina meiri athygli að kosningabaráttu en viðbrögðum við faraldrinu. Nokkur ríki hafa þegar sent Indverjum aðstoð. Í dag sendu Bretar, Frakkar og Þjóðverjar hjálpargögn á borð við öndunarvélar og súrefniskúta. Forseti Kína sendi nágrönnum sínum samúðarkveðjur í gær. En þessi mynd sem var birt á aðgangi tengdum kommúnistaflokknum í Kína og kínverska samfélagsmiðlinum Weibo í dag hefur vakið mikla reiði. Þar virðist vera hent gaman að erfiðleikum Indverja. Til vinstri geimskot í Kína en hægra megin verið að brenna lík COVID-sjúklinga á Indlandi og yfirskriftin eldur kviknar í Kína og eldur kviknar á Indlandi. Myndin hefur nú verið fjarlægð. 130 farþegar komu hingað frá Bandaríkjunum með fyrsta áætlunarflugi flugfélagsins Delta í morgun. Hjólin eru aðeins farin að snúast, segir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar og forstjóri Icelandair segir mjög jákvætt að líf sé að færast í markaðinn, sérstaklega frá Bandaríkjunum. Boeing 757 vél Delta flugfélagsins lenti fyrir klukkan 8 í morgun á Keflavíkurflugvelli og fyrsta vélin í áætlunarflugi frá Ameríku í rúmt ár fyrir utan flugvélar Icelandair. En Bostonflug hefur verið á áætlun Icelandair allan faraldurinn. Frá 7. apríl hefur bólusettum Bandaríkjumönnum verið heimiluð koma hingað til lands og allir farþegarnir í morgun voru skimaðir við komu og þurftu að framvísa vottorði bólusetningu eða afstaðna COVID-sýkingu. Delta verður með daglegt flug frá New York til Keflavíkur, Boston bætist við 20. maí og Minneapolis þann 27. Í júní byrja United Airlines að fljúga hingað frá New York og Chicago bætist við í júlí. Air Canada hyggur líka á áætlunarflug. Icelandair verður með tíðastar ferðir vestur haf í sumar og flýgur til 11 borga í Bandaríkjunum og Kanada. So I haven't been here as a tourist before as well, so I want to get a little sightseeing in as well. Are you going to see the volcanic eruption? Yes, that's number one on my to-do list. We are going to the Golden Circle, the West Fjords. Right. We're hoping to do, I'm so sorry for mispronouncing this, the Snæfellsjökull Peninsula. Hoping to do a lot of outdoor time and hiking. A lot of hiking, enjoying the beautiful scenery and everything around Iceland. We're vaccinated and we've been staying inside nonstop. Yeah, exactly. We're very safe. Working on a novel. And then we'll do the Ring Road trip afterwards. I'm here for an artist residency in Reykjavik. I'm probably going to go hiking and things like that, see the volcano. Hjólin eru aðeins farin að snúast. Nú sjáum við það hverju það skilar að bólusetningar bæði hér og í löndunum í kringum okkur eru farnar að ganga betur og hraðar og áhuginn frá til dæmis Bandaríkjamönnum sem eru orðnir bólusettir eða hafa fengið COVID áður er töluverður. Þannig að já, ég vonast til þess að núna séu þetta merkjum það að ferðamannasumari sé að hefjast. Jóhannes Þór á von á að straumurinn komi til að byrja með frá Bandaríkjunum hingað og eftir vill frá Bretlandi undir mánaðamótin, en heldur sé lengra í bókanir frá meginlandi Evrópu. Hjólin eru að minnsta kosti farin að snúast, við erum farin að sjá bókanir, þetta búið að vera mjög veikt náttúrulega í heilt ár, en núna komið eitthvað líf í þetta, sérstaklega frá Bandaríkjunum og við erum að sjá bókanir þaðan og sölu átök sem við farið í Bandaríkjunum á undanförnum vikum, það gengi mjög vel.
Bogi Níl segir að á mörkuðum í Evrópu og í Kanada sé ekki mikið bókanir en þar sé þó mikill áhugi á Íslandi og ferðavilji. Afkoma Icelandair var þó góð fyrsta fjórðung ársins. Verulegu bati á milli ára á fyrsta ársfjórðungi núna sem mjög ánægjulegt og vorum meira að gera betur heldur en á árunum 2019 á fyrsta ársfjórðungi en þetta ennþá mjög krefjandi umhverfi fyrir flugfélög allan heim og ferðaþjónustufyrirtæki en mjög jákvætt að hlutinni séu eitthvað farnir að fara í gang. Já, og við erum að biðja ykkur afsökunar á því að þarna vantaði texta en þarna var talað við farþegar sem voru ánægðir með að vera komnir til Íslands og ætlaðu að fara að ferðast landið, skoða eldgosið, fara gullna hringinn og einhver þarna ætlaði að skrifa skáldsögu og fleira. En þá næsta frétt. Nýtt sóttkvíarhótel var opnað í Reykjavík í dag þar sem hin hótelin voru við það að fyllast. Búist við miklum og auknum fjölda farþega hingað til lands á næstu vikum. Já, sóttkvíarhótelið á Hótel Kletti við Mjölnisholt. Þar verða 84 herbergi notuð til að hýsa þá farþega sem þurfa að fara í sóttkví við komuna til landsins. Farþegar sem koma frá skilgreindum hááhættusvæðum þurfa að dvelja í sóttkví í sóttvarnarhúsi nema að þeir geti framvísað vottorð bólusetningu eða fyrri sýkingu. 400 gestir voru á sóttkvíarhótelunum við Þórunnartún í nótt og viðbúið að gestum fjölgi á næstu dögum. Já, þessi fyrri hótel sem við höfum verið með hérna 2 niður í Þórunnartúni voru í rauninni bara við það að koma að þolmörkum. Þannig að til þess að vera klári að taka á móti þeim gestafjölda sem við eigum vona á í dag og næstu daga, þá töldum við okkur þurfa að opna nýtt hótel og við höfum gert það hér. Dugar þetta til? Öllu falli næstu daga og það hefur auðvitað verið ákveðin rótering á þessu. Það að koma inn stóru hópar á hverjum degi og svo aðrir að fara út sem eru þá búnir í seinni skimun. Þannig að við teljum að þetta muni duga allavega næstu daga. Svo þurfum við bara aðeins að sjá hvernig farþegaþróunin verður. Rauði krossinn rekur nú 3 sóttkvíarhótel í Reykjavík og 1 á Austurlandi, auk farsóttarhússins við Rauðarárstíg. Þetta kallar væntanlega á aukinn fjölda starfsmanna. Já, við munum þurfa að ráða inn og þjálfa starfsfólk fyrir þetta nýja hótel og við erum bara að vinna í því. Við vorum bara mjög heppin með það þegar var auglýst eftir fólki á fyrstu hótelin að það var mjög mikill áhugi á þessu starfi, enda mjög áhugavert. Þannig að við búum að nokkuð góðum lista af áhugasömum einstaklingum sem eru tilbúnir að koma inn þegar þörf er á. Og þarna var talað við Gunnlaug Braga Björnsson en hann upplýsingafulltrúi hjá Rauða krossinu. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir skilaði í dag minnisblaði til heilbrigðisráðherra ráðstafanir í sóttvarnamálum. Núverandi reglugerð rennur út á miðvikudag. 3 greindust með kórónuveirusmiti innanlands í gær og voru allir í sóttkví. Þórólfur hefur áður lýst því yfir að hann vilji fara hægt í tilslakanir á meðan enn að greinast smit út í samfélaginu. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra vona á því að ný reglugerð verði kynnt eftir ríkisstjórnarfund á þriðjudag. Þúsundir gátu dansað og sungið eins og enginn væri heimsfaraldurinn í Liverpool í Bretlandi í gær og í dag. Viðburðirnir eru nokkurs konar tilraun á vegum stjórnvalda sem vilja kanna hvort óhætt sé að leyfa fjölmenna viðburði á ný. I'm just hoping this goes well, but I'm sure it will because everyone's been tested, so I don't see why not. Þessu höfum við líklega mörg beðið eftir lengi, að skemmta sér í fjölmenni án þess að nota grímu eða þurfa að halda fjarlægð frá næsta manni. Eina skilyrðið að fara í skimun og sýna fram á neikvæða niðurstöðu. I have literally spent about 3 weeks preparing for this outfit. Oh, so long. Genuinely, yeah. Deciding what to drink, deciding what to wear. It's been, honestly, big up Liverpool for having the first non-socially distanced event in the country. We love this city. We love this city. Í gær dönsuðu 3000 ungmenni þétt upp við hvert annað og gleymdu faraldrinum í nokkrar klukkustundir. It feels surreal. It feels like half of me feels like it's not been any time at all and the rest feels like it's been forever. So it's really good to be out again. Í dag fóru svo fram tónleikar með hljómsveitinni Blossoms. 5000 miðar voru seldir og sömu reglur þar. Engar takmarkanir nema jákvætt COVID-próf ógildi miðan. Þarna vantaði líka textan en þarna var talað við ungt fólk sem var ánægt að vera komið aftur út á meðal annarra og verið í fjölmenni og skemmta sér saman. Margar kvartanir vegna galla í nýjum íbúðum berast húseigendafélaginu að sögn formanns þess. Hann segir hraðan á byggingamarkaðnum skýra það. Mikið að vera á byggingamarkaði þessi misserinn, mikið byggt og selt. Formaður húseigendafélagsins segir að margar kvartanir berist félaginu vegna galla í nýjum fasteignum. Já, það hafa verið mörg mál að undanförnu. Það mikið að vera á fasteignamarkaðnum, mikið hraði og óðagott.
þá verða slysinn og koma fram sem gallar. Í nýjum húsum er auðveldara að ákveða hvað er galli og hvað ekki. Húsin eiga að vera gallalaus og því miður er mikill misbrestur á því. Menn að flýta sér og byrjar á öðru verki áður en að klára hitt húsið og síðan kvarta kaupendur undan því að seljandi vilji lítið á það og hlusta, lítið á það svona sem hraða hindrun á framkvæmdana vegi. Sigurður Helgi segir einnig berist kvartanir vegna fasteignasala, þeir eigi að gæta hagsmuna bæði kaupanda og seljanda, en séu stundum í erfiðri stöðu því þeir séu mögulega í viðskiptasambandi við verktaka sem sé að byggja og selja heilar blokkir. Hann segir gallan af öllu tagi, frá smágöllum yfir í stærri og jafnvel galla á burðarvirki. Að sögn Sigurður Helga er byggingareftirlit þunglamalegt og lítil vernd í því. Ef það væri öflugra og gæfi til dæmis út söluúttekt sem er að fylgja nýjum íbúðum, myndi það skapa festu og öryggi. Það mætti hugsa þegar Mannvirkjastofnun gæfi út einhverjar lýsingar og á þeirra vegum eða á vegum byggingafulltrúa í embættunum færi fram einhver úttekt, ekki endilega svona rækileg úttekt eins og á að gera við lok framkvæmda sem að vill þó dragast og stundum gleymast, heldur svona yfirferð samkvæmt einhverju plani, einhverjum gátlista. Það myndi skapa varnað og vera hið besta mál. Hann segir lagalega stöðu kaupenda nýrra eigna mjög sterka. Verði þeir varir við galla eigi þeirra kvarta og krefjast úrbóta. En þó lagaleg staða þeirra sé sterk er það ekki alltaf nóg. En hins vegar er oft tímafrekt og erfitt að láta mig svara til ábyrgðar vegna galla og það kostar mikið fé og fyrirhöfn og þegar upp er staðið þá tapi yfirleitt allir. Hver sem vinnur hinn lögfræðilega sigur. Málin er svo þung og dýr og hagsmunir kafna oft undir kostnaðinum. Þá segir Sigurður Helgi drátt á afhendingu þekkt vandamál og margar kvartanir berist slíkt. Drátturinn getur oft verið verri en smávægilegir gallar. Og vegna tæknibilunar þá verður þessi fréttatími því miður ekki lengri. En næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo er vefurinn okkar uppfærður leið og ný tíðindi berast. Íþróttir og veður verða vonandi sendar út hér rétt á eftir. En við þökkum ykkur samfylgdina í kvöld, hafið það gott og verið sæl. Á þriðjudag er komið að fyrstu keppni skólarhausti þetta árið. 2 riðlar fara fram á Akureyri og verða í beinni útsendingu. Fyrri keppnin hefst klukkan 5 og seinni klukkan 8. Missið ekki af skólarhausti á þriðjudaginn hér á RÚV. Landsbankinn er stoltur bakhjarl skólarhausti. Vad är det bästa och det värsta med mig i en konflikt? Det bäst värsta är att hvis jag är sur så blir du automatiskt litt sur tillbaka. Så då startar alltid litt sånn bra da. Þorir þú að ræða allt við maka þinn? Í þessum norsku þáttum spyrja hugrökk pör hvort annað óvæntra spurninga. Vill du ha ett barn till? Jag vet inte helt. Vad är det som gör att du vill det eller eventuellt inte vill det? Hnappeldan, þriðjudag klukkan 21 á RÚV. Útvarp Reykjavík, góðan dag. Ég heiti Guðmundur Björn Þorbjörnsson. Og ég heiti Katrín Ásmundsdóttir. Þú ert að hlusta á fréttaþáttinn Hádegið. Innlend og erlend fréttamál, menning, íþróttir og daglegt líf. Fréttaskýringar, samtöl og umræður það sem efst er á baugi. Fréttaþátturinn Hádegið á dagskrá Rásar 1 alla virkadaga klukkan 12. Í spilara RÚV og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Fimmtudag á RÚV. By 2007, Amazon was even able to predict what we might want in the future based on the shopping habits of people like us. Amazon has many other customers who are just like you, and Amazon has all their purchase data and all their search data. And they can anticipate what you're likely going to need next. Heimildaþáttur fyrirtækið og stórveldið Amazon á netverslunin sem fólk hefur dálæti á sínar myrku hliðar. It was made clear to us that all customer behavior that flowed through the site was recorded and tracked. That it wasn't simply that a customer came in the store, bought a book and left. That knowing exactly how they behaved was itself a valuable commodity. Allsjáandi auga Amazon, fimmtudag klukkan 20 á RÚV. Í þáttaröð frá BBC er fjallað stórar breytingar á lifnaðarháttum okkar sem hafa orðið síðustu áratugi án þess að við höfum endilega gefið þeim gaum.
What if the way we understand the world is wrong? What if it's not politicians and world events that shape our lives, but business deals? It's natural for people to fight against change, but change is coming, and we need to adapt to it. Nokkrar lykilbreytingar sem hafa orðið eru skoðaðar og fjallað fólkið á bakvið þær. So how many of the kids that you see would you say are genuinely ADHD? I'd say 1 out of 10 kids that I see. I have been against the drugs as a first and only treatment for all kinds of children's problems. Auðhyggjan alltumlykjandi, miðvikudaga klukkan 22:20 á RÚV. Bresku rannsóknarlögreglukonurnar Millie og Jean nýta sérfræðikunnáttu sína í dulkóðun til að rannsaka röð morða í San Francisco. The man who strangled Claire is especially savage. He cut out the girl's tongue. What is it you actually do? Same thing we did in the war. Crack codes, recognize patterns. You got a machine that needs fixing, I can fix it. I like to tinker and I'm damn good at it. Haley. Apologies. Sarge told me we were going to solve a murder. Gátan ráðin í San Francisco, þriðjudag klukkan 22:20 á RÚV. Á RÚV í kvöld. Landinn þáttur lífið í landinu. Landinn fer víða og hittir fólk sem fæst við margt áhugavert og skemmtilegt. Ísland Bíóland þáttaröð í 10 hlutum íslenskar kvikmyndir, allt frá fyrri hluta 20. aldar til samtímans. Íslenska bíómyndin Mýrin segir frá rannsóknarlögreglumanninum Erlendi sem kallaður á vettvang glæps í kjallaraíbúð í Norðurmýri. Leyndarmál fortíðar frönsk mynd fjölskylduleyndarmál. Maður býður systur sinni með í ferð til eyju sem þau fóru oft til sem börn. Opið allan sólarhringinn í Hagkaupskeifunni og Hagkaup Garðabæ. Hagkaup, meira opið alla daga. Kraftur mætir framúrskarandi tækni. Nýr fjórhjóladrifinn 7 manna Kia Sorento plug-in hybrid. Alltaf 57 km dragi á rafmagni, kraftmikill og ríkulega búið nýjasta tækni og öryggisbúnaði. Klár í hvað sem Kia. Movement that inspires. Grown-ups can learn many different things from kids. I want my generation to enjoy the environment. I recycle cans, bottles, and glass so animals won't eat it, get sick, and die. Have a passion, something that you're strong about, and go for it.